Einmuna blíða var víða land í upphafi árs og í Bolungarvík tóku áköfustu golfspilararnir fram kylfurnar. Fáeinum dögum síðar, aðfaranótt 9. janúar, gekk hins vegar fárviðri yfir sunnanvert landið og hlutust miklar skemmdir af við suðurströndina. Björgunarsveitir og sjómenn voru við öllu búnir, vélar báta voru keyrðar á móti sjónum í Sandgerðishöfn, en eftir því sem háflóð nálgaðist óx sjórinn í höfninni svo munaði. Og nú klukkan 4 og háflóð hér í Sandgerði og eins og við sjáum með sjórinn að heita má jafn hár bryggjugólfinu og flæðir hér yfir allt saman. En sjógangurinn var ekki það eina sem sandgerðingar þurftu að heyja baráttu við þessa nótt í janúarmánuði. Núna í miðjum veðurofsanum kom upp eldur í nýlegu fiskverkunarhúsi hér í Sandgerði sem skíðlogar hérna á bakvið okkur. Og eins og nú háttar til auðvitað erfitt fyrir slökkviliðsmennina að fást við eldin enda fá þeir lítið aðgert. Þarna brunnu 2 fiskverkunarstöðvar til kaldra kola, þrátt fyrir að slökkviliðin í Sandgerði bærist aðstoð slökkviliðina í Keflavík og á Keflavíkurflugvelli. En þrátt fyrir mikið tjón af völdum veðurofsans á Suðurnesjum var að tjónið þó sínu mest á Eyrarbakka og Stokkseyri. Fjöldi fólks vann alla nóttina við björgunarstörf en það var ekki fyrr en í birtingu sem menn gerðu sig grein fyrir því sem raunverulega hafði gerst. Sjóvarnargarðar við Stokkseyri og Eyrarbakka höfðu rofnað með þeim afleiðingum að þykkir húsveggir létu undan krafti sjávarins og vegklæðning sópaðist burt. Nú eins og sjá má þá lítið eftir af veginum sem liggur austan frá Stokkseyri og út í Gaulverjabæ. Hann hefur hreinlega skolast burt. Þetta tjón sem að hvorki sveitarfélagið ræður við né heimilin hér. Svoleiðis að það hlýtur að liggja fyrir að við fáum það bætt. En mikið tjón var einnig á Eyrarbakka og þá mest hjá Bakkafiski, stærsta vinnustaðnum, þar sem það bil helmingur vinnsluhússins hrundi og þaki sviftist af. Talið að fjárhagslegt tjón í veðurofsanum hafi numið 200 milljónum króna á stöðunum 4, Eyrarbakka, Stokkseyri, Grindavík og Sandgerði. Miðjan febrúar var byrjað að greiða bætur úr viðlagatryggingu vegna tjónsins. Mér heyrist nú á þeim sem eru búin að fá sín mála afgreidd og þeir séu sæmilega sáttir. Vetur konungur myndir hessilega á tilveru sína í byrjun ársins. Hann herjaði einna mest á Vestfirðinga og Norrlendinga sem bjuggu við vetraríki með tilherrandi fannbergi fram á vor. Þetta olli ýmiss konar óþægindum, til dæmis stór auknum kostnaði við snjómostur. Og þegar hann loksins hránaði, þá tóku við flóð og skriðuföll til dæmis í gamla innbænum á Akureyri. 20. apríl féll aurskriða úr brekkunni fyrir ofan húsið með slíkum krafti að húsið gersamlega eyðilagðist. Já, húsið alveg ónýtt. En hvað með allt inni búið? Það allt ónýtt líka, eins og að leikur sig. Skömmu síðar varð milljóna tjón í parhúsum við Grenilund þegar leysingavatn flæddi inn í kjallara þeirra. Það má segja það á hálftíma þá hafi fyrst hérna 10 íbúðir og tjónið sennilega upp á kringu 30 milljónir eftir sem okkur sýnist. Hornafjarðarós var mikið í fréttum á árinu vegna erfiðra aðstæðna sem þar sköpuðust sökum ágangs sjávar og sandburðar. Innsiglingin var stöðugt að breytast og var það hægt að teljast til tíðinda þótt skip tækju þar niðri enda losnuðu þau yfirleitt fljótt aftur. Í febrúar hvolfdi lóðsbátnum í ósnum og var það meðal annars fyrir snarræði skipverja á Keflvíkingi að tókst að bjarga hafsögumanninum sem var borð. Það hér miðbygg Austurfjörutangans sem líklegt að Björn Lóðs hafi brotnað í spað í briminu fyrir utan og víða í fjörunni má sjá brak úr bátnum. Ekki tókst betur til með annan bát sem fenginn var í staðinn fyrir Lóðsinn því honum hvolfdi í ósnum skömmu síðar en mannbjörg varð. Nú hefur verið samið smíði á nýjum lóðsbát fyrir Hornfirðinga. Ágangur sjávar rauf skarð í Suðurfjörutangan og tíma var innsiglingin þá ótrygg að menn árættu ekki að sigla stórum skipum til hafnar. Þurfti þó að grípa til þess ráðs að senda fisk til útflutnings með bílum til annarra hafna og einu sinni alla leiðina til Reykjavíkur. Ljóst að dýrt verður að gera þær endurbætur sem duga til að lagfæra innsiglinguna til hafnar í Hornafirði. En á meðan þessir beðið hefur gripið til þess ráðs að styrkja Suðurfjörutangan með plastsekkjum fylltum sandi og virðist það hafa gefist nokkuð vel. Hún var ófögur aðkoman eftir að snjóflóð féll í Norðfirði á bæinn Þrastalund skammt innan við Neskaupstað. Flóðið hreif með sér vélageymslu, skemmdi útihús og eyðilagði íbúðarhúsið og flest sem í því var, meðal annars allstórt bókasafn. Það var talin mikil mildi að engin maður skyldi vera í húsinu þegar flóðið féll. Snjóflóðið skemmdi rafmagnsstaura og raflínur og lamaðist atvinnulíf í Neskaupstað tíma vegna rafmagnsleysis. Það vekur óneitanlega spurningar hjá aðkomumanni hvort það setji ekki uggað íbúum staðarins þegar snjóflóð falla á stöðum þar sem aldrei hafði verið gert ráð fyrir þeim áður. Það kannski þetta segir manni það
að menn eru kannski hvergi huldir fyrir svona hættum. Hafís lét á sér kræla eins og stundum fyrr. Mánaðamótin mars-apríl lokaðist höfnin í Bolungarvík vegna hafís sem þá var landfastur allt frá Aðalvík að Kögri. Til þess að ís kæmist ekki inn á höfnina gripu Bolvíkingar til þess ráðs að strengja vír fyrir hafnarmynnið. Tíma óttuðust menn langvinna einangrum vegna ísins og vildu því vera við öllu búnir. Við letum athuga með olíubirgðir. Hér neysla og sala á olíulítra sem að 375.000 til 450.000 lítrar á mánuði og það eru til 450.000 lítra nú. Með matvæli er allt í lagi og líka fóður. Úrrættist þó fljótlega þegar brá til austanáttar, svo að fyrstu daga aprílmánaðar gátu skip og bátar Bolvíkinga haldið til veiða á ný.